Býð ykkur öll velkomin til þessarar guðþjónustu, ykkur sem eru hér í kirkjunni, ykkur sem eruð heima við eða á sjúkrahúsum, stofnunum, hælum, elliheimilum, fangelsum eða hvar sem vera kann til lands, sveitar og sjávar. Einnig óska ég ykkur öllum gleðilegra jóla. Við hefjum þessa guðþjónustu á því að syngja sálminn númer 45 í hörpustrengjum. Í dag er glatt í döprum hjörtum, númer 45. Christ.
við rísum úr sætum við heyrum jólaguðspjallið lesið. Það úr Lúkasar guðspjalli, 2. kapitúla, frá og með 1. versi. En það bar til þessar mundir að boð kom frá Ágústus keisara að skrásetja skyldi alla heimsbyggðina. Þetta var fyrsta skrásetningin og var gjörð þá Kýrenus var landstjóri á Sýrlandi. Fóru þó allir til að láta skrásetja sig hver til sinnar borgar. Þá fór og Jósef úr Galilíu frá borginni Nasaret upp til Júdíu til borgar Davíðs sem heitir Betlehem, en hann var af ætt og kyni Davíðs, að láta skrásetja sig ásamt Maríu heitkonu sinni sem var þunguð. En meðan þau voru þar, kom sá tími hún skyldi verða léttari. Fæddi hún þá son sinn frumgetinn, vafði hann reifum og lagði hann í jötu, að því eigi var rúm handa þeim í gistihúsi. En í sömu byggð voru hirðar úti í haga og gættu nóttina hjarðar sinnar, og engill drottins stóð hjá þeim og dýrð drottins ljómaði kringum þá, þeir urðu mjög hræddir. En engillinn sagði við þá, verið óhræddir, því sjá, ég boða yður mikinn fögnuð sem veitast mun öllum lýðnum. Yður í dag frelsari fæddur, sem Kristur drottinn í borg Davíðs. Og hafið þetta til marks, þér muni finna ungbarn reifað og lagt í jötu. Og í sömu svipan var með englinum fjöldi himneskra hersveita sem lofuðu Guð og sögðu: dýrð sé Guði í upphæðum og friður á jörðu með þeim mönnum sem hann hefur velþóknun á. Þegar englarnir voru farnir frá þeim til himins, sögðu hirðarnir sín á milli: förum beint til Betlehem að sjá það sem gjörst hefur og drottinn hefur kunngjört oss. Og þeir fóru með skyndi og fundu Maríu og Jósef og ungbarnið sem lá í jötu. Þegar þeir sáu það, skýrðu þeir frá því þeim hafi verið sagt barn þetta. Og allir sem hirðu undruðust það hirðarnir sögðu þeim. En María geymdi allt þetta í hjarta sér og hugleiddi það. Og hirðarnir snéru aftur og vegsömuðu Guð og lofuðu hann fyrir það sem þeir hefðu hirt og séð. En allt var það eins og þeim hafi verið sagt. Amen. Megi drottinn blessa okkur þessi heilugu orð. Við skulum biðja og vegsama Guð eins og vitringarnir gjörðu forðum daga. Himneski Faðir, ég lofa þig og ég vegsama þig. Ég þakka þig fyrir það að þessum jólum með minnast þess að þú sendir frelsaran í heiminn til þess að gefa frelsi, til þess að gefa frið á jörðu með þeim mönnum sem þú hefur velþóknun á. Ég lofa þig og ég elska þig og ég þakka þig fyrir það að þessum degi með koma saman hér og Jesús minn Kristur. Ég þakka þig fyrir það að þú komst í þennan heim vegna þess að þú elskar okkur, vildir sýna okkur kærleika þinn og náð og miskunn þína og blessun þína. Og frelsari minn, gefa þeim yfir rúm í hjörtum okkar þú knýr þar dyra og vilt koma inn til okkar og stjórna og vera með okkur í einu og öllu og frelsari minn. Við leggjum þessa stund áframhaldandi í þínar hendur. Blessa það fólk sem leggur sér fram hér, kórinn sem syngur og einar þeirra talar á Jesús minn, og blessa það alla sem áhlýða hvar sem þeir eru. Blessa þá sem sjúkir eru, blessa þá sem sárt eiga að binda á Jesús minn kær. Við leggjum alla í þínar hendur, biðjum þig að gefa frið og frelsi og Jesús minn kær. Ég þakka þig fyrir það að við mögum halda þessa jólahátíð í þínu nafni og Jesús minn kær. Amen.
Við heyrum Guðs orð úr Jesaja spádómsbók. Sú þjóð sem í myrkri gengur sér mikið ljós, yfir þá sem búa í landi náttmyrkranna skín ljós. Þú eykur stórum fögnuðinn, þú gjörir gleðina mikla. Menn gleðja sig fyrir þínu augliti eins og þegar menn gleðjast á kornskurðartímanum, eins og menn leika af fögnuði þegar herfangi er skipt. Því að hið þunga ok hennar, stafinn sem reið að herðum hennar, brott rekstrar mannsins hefur þú í sundur brotið eins og á degi Mídíans. Því að öll harkmikil hermanna stígvél og allar blóðstokknar skikkjur skulu brenndar og verða eldsmatur. Því að barn er oss fætt, sonur er oss gefinn. Á hans herðum skal höfðingjadómurinn hvíla. Nafn hans skal kallað undraráðgjafi, Guð hetja, eilífðar faðir, friðar höfðingi. Mikill skal höfðingjadómurinn verða og friðurinn engan enda taka á hásæti Davíðs og í konungsríki hans, til þess að reisa það og efla með réttvísi og réttlæti héðan í frá og að eilífu. Vandlæting drottins hersveitana mun þessu til vegar koma. Amen.
Við heilsum ykkur í nafni Jesú Krists og óskum ykkur öllum gleðilegra jóla. Við bjóðum ykkur hjartanlega velkomin til jólahalds hér í Hvítasunnu kirkjunni í Fíladelfíu, Reykjavík. Ykkur sem heyrið okkur á öldum ljósvakans, hvort sem þið farið loftin eða eruð á láði eða legi. Texti þessa dags er að finna í Mattheusar Guðspjalli, öðrum kapitúla, 1. og 2. vers. Þegar að Jesús var fæddur í Betlehem í Júdeu á dögum Heródesar konungs, komu vitringar frá Austurlöndum til Jerúsalem og sögðu: hvar er hinn nýfæddi konungur gyðinga? Við sáum stjörnu hans renna upp og erum komnir til þess að veita honum lotningu. Vitringarnir spurðu svo: hvar er hinn nýfæddi konungur? Vanalega fæðast í konungahöllum prinsar. Þessi var ekki fæddur í konungahöll. Hann kom frá himninum og var lagður í jötulátt. En nú rætti spádómsorðið sem kveðið er í Gamla testamentinu í 4. Mósebók, 24. kapitúl og versi nr. 17. Ég sé hann þó eigi nú, ég lít hann þó eigi nánd. Stjarna rennur upp af Jakob og veldisbroti frá Ísrael, frá Jakob mun drottnari koma. Í fyllingu tímans sendi Guð son sinn fæddan af konu og fæddan undir lögmáli, og þegar hann sendi hann, þá var hann sendur sem konungur. Og hvar er hann? Spurðu vitringarnir í konungshöllinni í Jerúsalem. Og sagans ber vitni það að hann ekki einungis var fæddur sem konungur, heldur lifði hann sem konungur. Sá er valdhafði yfir sjúkdómum, yfir náttúruöflum, yfir dauða og yfir syndum. Og svo þegar hann kvaddi þetta líf af manna völdum og manna höndum, þá gjörði hann það líka sem konungur. Sá sem að dæmdi hann til dauða gerði það nauðugur, viljugur. Pílatus gekk aftur inn í höllina og kallaði Jesús og sagði við hann: ert þú konungur gyðinga? Jesús svaraði: mælir þú þetta sjálfum þér eða hafa aðrir sagt þér það mig? Pílatus segir þá við hann: þú ert þá konungur. Jesús svaraði: rétt segir þú, ég er konungur. Og þegar hann dó í smán og niðurlægingu og hékk á krossinum á Golgata, þá hafði Pílatus látið rita yfirskrift og setti yfir á krossin þar sem skrifað var: Jesús frá Nasaret, konungur gyðinga. Margir gyðingar lásu þessa yfirskrift í staðurinn þar sem hann var krossfestur var nærri borginni. Þetta var ritað á hebresku, latínu og grísku. Þá sögðu æðstuprestar gyðinga við Pílatus: skrifaðu ekki konungur gyðinga, heldur að hann hafi sagt: ég er konungur gyðinga. En Pílatus svaraði: það sem ég hefi skrifað, það hefi ég skrifað. Þetta er ákveðin vitnisburður og konungdæmi og konungstign hans endar ekki á krossinum og Golgata, því að ritningin hún boðar það að konungskoma hans, endurkoma Jesú Kristi í nánd, og þá kemur hann með mætti og veldi og mikilli dýrð og skýjum himins. Þá mun hann setjast í konungstign í hátsæti dýrðar sinnar til að dæma. Þá sá ég himinin opinn og sjá hvítur hestur, sá sem á honum sat heitir trúr og sannorður. Hann dæmir og berst með réttvísi, og á skikkju sinni og lend sinni hefur hann ritað nafn konungur konunga og drottin drottna. Og þegar Jesúm Krist er að ræða, þá er konung dómur hans og konungstign heilög og hrein, og engar kjart að virða þetta fyrir sér á jólunum. Þegar að spurt var hann: hvar er hinn nýfæddi konungur gyðinga? Þessu hefur verið svarað á Íslandi svo dásamlega: víst ertu Jesús kongur klár, kongur dýrðar eilíf ár, kongur englanna, kongur vor, kongur almættis tignar stór.
Við gefum ekki rúm eða tíma til þess að tala um það að hann hafi verið sonur smiðsins eða bara mannssonur eða Maríusson. Hann var Guðs einkasonur gefinn í þennan heim og þá kom hann í konungstign þó hann væri í mikilli smæð. Hvar er hann? Þeir leituðu að hinum sanna en þeir leituðu á skökkum stað. Þeir voru vitringar og mannleg viska gaf ekki lausn. Þegar þeir fóru eftir viturleika sínum og mannlegri visku, þá mættu þeir því að þegar Heródes heyrði þetta, þá var hann skelkaður og öll Jerúsalem með honum. Það er sama í dag. Þeir sem að leita frelsarans, Jesú Krist, konungs konunganna, þeir finna hann alls ekki eftir mannlegu hyggjuviti eða visku. Það stendur vanalega allt slíkt þvert í gegn því sem að Guð sér og því sem að Guð almáttugur vill. Spyrjurðu mannlegt hold, þá vanalega ræður það þér frá því að hugsa þessa hluti og mælir í móti því að þú gefir þessu orði gaum. Í Jesaja bók í 55. kapitula og versunum nr. 10-11 segir svo hann, og ég les þar þessi vers: Já, mínar hugsanir eru ekki yðar hugsanir og yðar vegir ekki mínir vegir, segir Drottinn. Heldur svo miklu sem híminin er hærri en jörðin, svo miklu hærri eru mínir vegir yðar vegum og mínar hugsanir yðar hugsunum. Hvar er hann? Ef þú vilt finna hann, þá verður að finna hann eftir því sem að heilaga reikningar benda á, eftir því sem Guð hefur ætlað þér að finna hann og hefur útmælt þér í orði sínu. Fyrir mörgum er það hreinasta heimska og þeir vilja ekki gefa þessu gaum, en hins vegar er það alveg öruggt mál að upphaf speki er ótti Drottins, hann er fögurhyggjandi, öllum þeim er iðka hann og lofstýr hann stendur eilífð. Við lesum áfram í þessu guðspjalli, í Mattheusar guðspjalli með Heródes. Þetta er raunar mjög alvarlegt mál og Guð gefi að hann sé alls ekki samnefnari fyrir ráðamenn okkar lands. Þegar hann hafði fylgt skelfing og felmtri og öll Jerúsalem með honum, þá var þrautaráðið í miklum vanda að það er kallað á prestana og fræðimennina. Og Guði sé lof fyrir að þeir voru vandanum vaxnir. Og er það ekki svo enn þann dag í dag þegar að alvöru ber að höndum, þegar að dauði slysfarir, þá er farið að biðja, þá er kallað á prestinn, þá er farið að leita til ritninganna. Og hann spyr þá hvar á Kristur að fæðast. Þetta er mikið alvöru mál. Hann þekkti ekki ritningarnar. Þær voru honum nærtækar. Hann átti að geta lesið þetta sjálfur, alveg eins og þú og ég. Hann var konungur og verndari trúarinnar í landinu. Það er hörmung þegar að svo er, að þeir sem standa á oddinum og eiga að leiða þjóðina eða þjóðirnar, þeir standa hér á gati og þekki ekki bók viskunnar, bók bókanna, og hún er þeim algjörlega lokuð. Ég leyfi mér að segja það, að nú alvöru tímum hér á Íslandi, þá væntir þjóðin þess bæði á gamlárskvöld og nýársdag að heyra frá æðstu oddamönnum þjóðarinnar ráð út frá orði Guðs. Lífið er hvorki kornumömmubær eða leikur, lífið er alvara. Það fengu þeir að reyna í nótt sem urðu að hafa vökunótt við suðurströndina í veðrahamnum sem yfir gekk. Hvað skyldu 20 áhafnir íslenskra togara hafa fengið að reyna í þessum veðraham? Þeir fá að reyna alvöru lífsins. Það er engin léttúð og engin leikur. Og þegar alvöru er að ræða þá þarf öryggi. Og öryggi sjómanna er reynt að hafa eins gott og mögulegt er. En við þurfum líka öryggi fyrir sál okkar. Og það fáum við ekki í neinum leikaraskap. Við fáum það beint frá orði Guðs og þjóðin á kröfu á því að fá orð Guðs sem veganesti
á alvöru tímum, því hvað höfðingjarnir hafast að, hinir meina sér leiðast það. Nú þegar Heródes fær að heyra boðskap ritninganna, og hver verða þá viðbrögð hans? Þegar hann búinn að heyra þetta, þú Betlehem í landi Júda, ert ekki síst meðal hefðarborga Júda, því að höfðingi mun frá þér koma sem verður hirður lífs míns Ísraels. Þá kallaði Heródes vitringana til sín á laun. Honum þetta feimnismál. Vesalingurinn. Það fyrir marga menn að þegar Biblíun að ræða og andlegt líf og andlegt orð, heyrðu góðu, ég held þessu fyrir mig. Þetta mitt einkamál. Ég ber ekki trú mína á torg. Sem sé ljósið látið undir mæli kér. Og nú þegar að oddamaður ríkisins, konungur landsins, fær að heyra út frá ritningunum hvar hann eigi að fæðast og að ritningarnar bendi á hann, þá kallar hann til sín á laun. Þetta mikil alvara. Lausnin á vandanum boðskapur ritningarna út. Hann þarf að koma til hinna sjúku. Hann þarf að koma til þeirra sem bágt eiga, þeirra sem í sorgum, þeirra sem að syrgja lásna ástvini, og ritningarinnar það eina sem getur hjálpað. Og það skylda okkar sem kristina manna og kristina þjóðar, við skulum lyfta nafni Jesús upp. Og þegar við gerum það, þá verður líf og þá verður blessun. Hvað skyldi það vera sem heldur lífi í pólsku þjóðin í dag, í þeirra hörmungum og þjáningum? Orð Guðs verður ekki fjötrað, hvorki þar eða annar staðar. Leitið til kenningarinnar og vitnisburðarins. Þar lífið, þar akkyrið, þar bjargið og þar öryggið fyrir sálina, og á því getum við lifað allt lífið og dáið og kvatt þennan heim. Jæja, þrátt fyrir þetta, þá var Heródes ekki alls varnað. Þegar hann hefur kallað til sín á laun, þá segir hann við þá, fariði til Betlehem og spyrjist vandlega fyrir barnið. Vitringarnir sem höfðu aðra visku og þekktu gang himintungla og virtust ekki hafa þekkingu á heilari ritningu, en voru nú komnir til höfuðstöðva Biblíunnar í sjálfa konungshöllina í Jerúsalem, ég meina fyrir utan musterið, þá hlýddu þeir konungi og fóru. Jaha, hér komum við að miklum punkti. Þegar ritningarnar talar, þá eru viðbrögð mín og þín sem verða að vera þessi, að við hlýðum orðum og tilvísun ritninganna. Þeir hafa Móse og spámennina, hlýði þeir þeim. Það ekki nóg að eiga þekkingu á þessu orði eða hafa það hjá sér og snerta það kannski ekki nema endrum og eins. Ríkug, biblía og ranglátt, hjarta finnst oft undir sama þaki. En þegar við höfum ritningarnar og hlýðum þeim, látum frelsast, eignum synda fyrir gefningu og göngum vegi með drottni, þá finnum við hann. Og nú þegar þeir hlýða orðum ritningarna þessi menn, þá finna þeir Jesúm Krist, finna hann sem lítið barn. Þeir gengu inn í húsið og sáu barnið og Maríu móður þess. Þeir fjallu fram og veittu því lotningu. Síðan luku þeir upp fjárhirslum sínum og færðu því gjafir, gull, reykjelsi og myrru. Og þeir urðu mjög glaðir og fagnandi yfir þessari niðurstöðu. Og hér þurfti sannarlega trú. En trúin fyrir þá, hún var rökstudd af gangi himintungla, hvernig samrunni konungsstjörnunnar Júpiters og samrunni Satúrnusar, konungsstjörnu gyðinga runnu saman, og hún fór þeim veg og lýsti þeim samkvæmt og samstætt við orð Guðs. Og svo þegar þeir komu, þá var ekkert konunglegt í hinu ytra. Það var gripahús. Það var jata, en það var barn, og þeir höfðu trú, þarna hann. Og leið og þeir falla fram,
og veit honum lotningu í tilbeiðslu, þá fyllast þeir fögnum og gleði í anda Guðs. Þetta hann. Barnið gat ekki talað og ekki þakkað fyrir sig og ekki svarað einu en einu. En þeir leiða fram í fyrsta lagi gull. Og það er viðurkenning þeirra og tjáning, hann er konungur. Hann er konungur konunga og drottin drottna. Svo komaði með reykjelsi og það er játning þeirra að hann er Guð. Og Jesús er Guð. Jesús er drottin. Og í þriðja lagi þá komaði með myrru og það er tjáning þeirra að hann er frelsari, hann er læknir. Þeir fundu hann, þeir sáu hann, þeir voru barnalegir. Veistu það, áheyrendi minn, hann finnst ekki öðruvísi. Hann finnst bara alls ekki öðruvísi en að við verðum barnaleg. Við verðum lítil í okkur sjálfum, við auðmýkjum okkur og Jesús segir hér, nema þið snúið við og verðið eins og börnin, komist þér aldrei og alls ekki inn í himnaríki. Guð stendur gegn ramblátum en auðmjúkum veitir hann náð. Og ef við eigum að finna hann og þegar við finnum hann þá skeður þetta að barnið í okkur fær að koma fram. Eða höfum við ekki öll verið börn? Höfum við ekki öll komið þessa leiðin í þennan heim sem lítil ómálga börn? En þegar við þroskuðust og óksum upp þá hættum við að vera börn og barnið í okkur gleymdist og í stað kom hroki, mikilmennska, auðhroki, ættarhroki, menntunarhroki. Og þó umsvifin séu kannski ekki mikil hjá mörgum, þá láta þeir mikilmennsku sína og hroka bitna á konunni sinni og börnunum sínum valsvið þeirra nær ekki lengra. Guð hjálpa okkur, við sem erum leitandi menn í dag, að við leitum hans á réttan hátt og leitum hans svona. Ég var staddur í Finnlandi í sumar og það kemur í hug mér frásögn sem ég heyrði þaðan. Mér finnst Finnland vera eitt fegursta land Norðurlanda, 1000 vatna landið, en þjóðin sem þar býr hefur fengið að reyna meiri þjáningar og þrautir en allar aðrar Norðurlanda þjóðir. Það var ferðamaður frá Bandaríkjunum sem kom í meðalstóran bæ í Finnlandi og gekk þar götur og skimaði og horfði á eitt og annað. Hann tók eftir því í þessum bæ voru engin líkneski og enga styttur. Á vegi hans verður vegfarandi sem gat talað við hann á ensku og hann spyr hann að því hvernig er með þennan bæ. Hafa engin stórmenni eða mikilmenni fæðst hér? Nei, sagði sá er spurður var, hér fæðast nefnilega aðeins börn. Takk fyrir. Við skulum ekki gleyma því. Og leyfum á þessum jólum barnahættu okkar einlægni trú og traustu og trúnað að koma fram fyrir Guð og beygjum okkur þannig fyrir drottni. Áður en ég enda mál mitt hér í dag þá vil ég spyrja, hvers vegna þessi leit? Hvers vegna leggja vitringarnir þetta á sig að fara alla leið austan úr Austurlöndum, leggja á sig vikur og mánuði, fara með dýrar gjafir og finna svo lítið barn og þeir fá fullnægingu sína í því að finna hann? Jú, ég er að tala hér við fólk og ég er hér að tala fólk og ég er hér að tala yfir fólki. Því eins og við höfum augu og eyru og skynjan og eins og við höfum anda og sál, þá höfum við eitt sem afar sjaldan er talað en er þungamiðjan í þessu öllu saman. Allt hefur hann gjört hagfellt á sínum tíma, jafnvel eilífðina hefur hann lagt í brjóst þeirra. En fyrir allt og mörgum er það svo eins og Hallgrímur segir, sálin í brjósti sofnuð, sýnist að mestu dauf til allra dygða dofnuð sem drottin helst þó bauð. Eilífðin er lögð niður í brjóst þitt og mitt. Eilífðin var lögð niður í brjóst vitringanna og þessi eilífð, hún krafðist svars og hún fekk ekki fullnægjandi svar í gulli eða silfri eða reykjelsi eða myrru.
Það þurfti eitthvað meira, því að enginn okkar gerður af slíkum hlutum. Þegar Páll postuli kom til Aþenuborgar og predikaði þar í þessari miklu miðstöð menningar, mennta og þekkingar, og þeir þá á þeim tíma þekktu ekki Guð öðruvísi en af afspurn, þá segir hann hér ákaflega merkilegt og fræðandi orð. Í Postulasögunni 17 og versi nr. 24. Hann skóp af einum allar þjóðir manna og lét þær byggja allt yfirborð jarðar hann hafði ákveðið setta tíma og mörk bólstaða þeirra. Hann vildi að þeir leituðu Guðs, verða mætti að þeir þreifuðu sig til hans og fyndu hann. En nei, hann langt frá neinum af oss, því að í honum lifum, hrærumst og erum vér. Svo hafa og sum skáld yðar sagt, því að vér erum líka hans ættar. Fyrst vér erum Guðs ættar, megum við eigi ætla að Guðdómurinn sé líkur smíða af gulli, silfri eða steini, gjörðri með hagleik að hugviti manna. Og þegar almætti sjálft skapaði okkur, bjó okkur til, þá bjó hann okkur ekki af gulli, silfri eða dýrum steinum og sem betur fer ekki heldur úr stáli eða grjóti. Hann skapaði okkur í sinni mynd, hann skapaði okkur með tilfinningu, hann skapaði okkur með þörf og þörfin fyrst og fremst fyrir hann. Hann vill því að við leitum hans, ef svo mætti verða við gætum þreifað á honum og fundið hann. Og taktu eftir áheyrendur minn, hann eigi langt í frá okkur. Nálægt hér orðið, það ef þú trúir með hjartan og játar með munninum Drottinn Jesum Krist sem frelsara þinn, þá finnurðu og þá fagnarðu eins og vitringarnir gjörðu forðum, þú hefur fundið Guð. Og þú spyrjandi í dag, hvar á ég að finna Guð? Ekki ferðu til Betlehem að leita á honum í jötunni, hann þar ekki lengur. Og Betlehem gat raunar ekki tekið á móti honum. Betlehem hafði ekkert að skaffa honum annað en grípa hús. Það var eigi rúm og hans eigin menn þekktu hann ekki. Og ég las eftir biblíufræðingum daginn, ég hef ekki tekið eftir því fyrir þá og hef ég þó lesið biblíun í meir en 40 ár. Hann kom aldrei aftur til Betlehem. Aldrei. Guð almáttugur miskunni sig yfir okkur, hann kemur í okkar veg. Gefum gaum að því, hann að koma að leita okkur og vil finna okkur og eiga samfélag við okkur. Hvar finn ég hann í dag? Ég syndugur maður, ég sem ekki hefur lífað þessi jóli sem ég bara að gjöra. Ég sem hef tignað Bakkus vinkonung, ég sem hef verið vondur við börnin mín og konuna mína. Ég sem hefur brotið Guðs lög og mannalög. Hvar finn ég Guð? Fæ ég áheyrn, tekur hann á móti mér? Jú, sannarlega. Þú finnur hann þegar þú kemur sem lítið barn að krossinum og Golgata, þegar þú kemur þangað með syndir þínar og byrðar þínar og þú fellur fram fyrir honum sem særður var þar vegna þinna synda, Guð sjálfur í Jesú Kristi. Því að allir hafa syngað og skortir Guðs dýrð, en þeir réttlætast án verðskuldunar af náð hans fyrir endurlausnina sem í Kristi Jesú. Guð setti hann fram að hann með blóði sínu væri sáttarfórn þeim sem trúa. Og Guð blessi þér heilaga jólahátíð, vertu sem barnið og þá þreifarðu á innihaldinu og þá stendurðu með þeim sem lyfta upp nafni hans og vegsama hann, Jesum Krist, son Guðs, konung konunganna og drottinn drottnanna. Amen.
Við erum komin að endi þessara guðsþjónustu hér í dag. Við erum líka komin inn í seinni hluta þessarar jólahátíðar. Það eru margir sem spyrja hvers vegna höldum við jól og sumir gefa svar, þetta er heiðinn arfur. Ég mótmæli því, þetta er Guðs arfur til fólksins. Þú getur lesið það í 2. Mósebók 23. kapitúla. Þá átti að halda samsvarandi jólahátíð við árslokin þeir höfðu alhirt af akri sínum og vera frammi fyrir augliti Guðs. Og í 3. Mósebók í 23. kapitúli ennþá talað jólahald, hvernig þeir áttu að fagna í húsum sínum og sú hátíð stóð yfir í 7 daga. Sem betur fyrir voru þá ekki nöldrarar til sem kannski nöldra yfir því að við höfum stóru brandajól í ár og höldum fríheilagt. En hvernig er mannlegt líf ef við mögum ekki nota það til þess að fagna frammi fyrir augliti Guðs? Þó við vitum ekki daginn eða stundina sem Jesús fæddist, þá höldum við þessa fagnaðarhátíð, en nútíma vísindi benda til þess tíma sem ekki fjarri lagi. Ég á hér við data eða rafeindaheilana, hvernig þeir hafa reiknað út stjörnuheiminn og séð tilbaka eins og þau sjá eitthvað fram á við líka. En aðalatriðið við höfum haldið friðarins jól og við viljum eiga þau áfram. Og þegar við erum komin aftur inn í gráan hversdagsleikan í janúar og á þorranum, þá er svo dásamlegt að við eigum Guðs frið ef við varðveitum þetta, vera eins og lítil börn og krjúpa í auðmýkt og lítillæti frammi fyrir honum. Og nú þegar við biðjum, þá biðið þig að vera með. Ákallaðu hann sem konung þinn, ákallaðu hann sem drottinn þinn, ákallaðu hann sem frelsara þinn og læknirinn þinn. Við þökkum Guði fyrir allt það góða læknarnir gjöra, en þegar hönd þeirra of stutt þá vita þeir það sjálfir að það tekur æðri máttur við. Og við þurfum ekki að segja æðri máttur, við segjum bara drottinn, það er Jesús. Hann elskar okkur og lítur til okkar. Og hann vil ganga inn í kjör ykkar allra og kringum stæður. Það var minnst á það hér í upphafi þessara guðsþjónustu hvar við finnum okkur. Þá er drottinn fullríkur fyrir alla þá sem að ákalla hann. Sjálfur hef ég verið í sorgarhúsum þessi jól og það er ekkert annað sem hægt að gefa en orðið Jesú og nafni Jesú. Það er hreinasta alvara, hvort þú ferð í fangelsi eða sjúkrahús, og þá er það eina sem dugir, það er nafnið Jesús. Og það passar líka fyrir þig. Áheyrandi minn, vertu nú með þegar við lútum höfði hér í kirkjunni, komum að jötu hans, veitum honum lotningu, veitum honum lofgjörð og þakkargjörð. Og við þökkum þér góði Guð að þú elskaði svo heiminn, að þú gafst son þinn eingetinn, þess að hvers sem á hann trúir skyldi ekki glatast, heldur hafa eilíft líf. Blessað okkur öll sem höfum tekið þátt í þessari guðsþjónustu, blessaðu land okkar og þjóð, blessaðu forráðamenn, valdstjórnar og gefðu þeim náð að leita þinna ráða. Við fáum að heyra og sjá hvernig ráðstefna þjóðarinnar í Alþingi glímir við vanda og oft að heyra þaðan ráðaleysi og andstæður. Gefðu þeim náð drottinn að leita þinna ráða, spurja þig vegleiðslu, biðja þitt ljós þína stjörnu, leita til riktninganna, fá atkvæði þaðan og leiðsögn. Ég bið að þú hjálpir þjóð okkar á alvöru tímum, gefur að megi ríkja fríður og sátt og samlyndi í landi voru, að hlutunum megi vera rétt skipt á milli allra landsins barna. Ég bið að drottinn að þú gefur fríð og náð yfir Ísland. Ég bið fyrir pólsku þjóðinni sem hefur orðið að stynja undan oki kommunismans, miskunnaðu þig yfir þá drottinn og gefðu þeim lausn og gefðu þeim náð. Kom þú sjálfur með fríð á þessa jörð og drottinn. Ég þakka þig fyrir að þú heyrir bænir góði Guð og við felum okkur öll og öll okkar mál í hendur þínar í nafni sonar þíns Jesú Krists. Amen.
Við syngjum nú sameiginlega sálminn Heimsum ból og við rísum á fætur á meðan við syngjum þennan sálm. Gjörðu svo vel.
Hér lauk messu í kirkju Fíladelfíu safnaðarins, Einar Gíslason predikaði, kór safnaðarins söng og Árni Arnbjarnarson stjórnaði. Daniel Jónasson lék á orgelið. Útvarp Reykjavík, klukkan tæpar 7 mínútur gengin í 1. Nú hefjast hádegistónleikar